Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna einu sinni enn í sjávarútvegsspjall og aðstofum inn í dag eins og oft áður er Ólafur Jónsson skipstjóri og gestur okkar sem okkur langar til að tala við í dag er Bolli Héðinsson, hagfræðingur og auðvitað er það þannig í dag að það eru ýmislegt í umræðunni, það eru komin fram frumvörp í Alþingi ýmis mál sem snúa að sjávarútvegi og það er auðvitað gaman að heyra hvaða skoðun Bolli hefur á þessum 4 frumvörpum sem eru kannski heitast í umræðinu núna. Það er eignarhald á kvótum eða fiskveiðiréttindum og síðan er það veiðigjöldin, það er aukning í strandveiðum og síðast en ekki síst breytingar á grásleppu veiðinni. Bolli, hvernig líst þér á stöðuna akkurat í dag? Sko ég en nú kannski ekki vel að mér í öllum þessum málum sem að þú drepur hér á og ég hef nú svo sem það er eitt af þessum málefnum sem að ég hef svona lagt fyrir mig og reynt að skilja og reynt að sjá hvað mætti betur fara í okkar samfélagi og það er náttúrulega veiðigjöldin og það sem að þau eru að skila og við vitum það að þau hafa verið að skila þetta kannski einhverjum 10 milljörðum á ári farið niður í 6 eða 8 eða eitthvað slíkt á meðan að sko því hefur verið haldið fram að þetta sé náttúrulega upphæðir sem ættu að vera í einhverjum tugum heldur en ekki svona bara innan við einn tug eða eitthvað slíkt. Og ég skal ekkit segja hvað er rétt og rangt í því en það hefur hins vegar alveg með það hefur verið færð rök fyrir því að þetta ætti að vera einhverja 40-50 milljarðar á ári eða eitthvað slíkt. Já. Og það sem að ég náttúrulega en eins og ég segi, ég bara hreinlega veit ekki hver svo upphæð á að vera og auðvitað væri best að hana væri hægt að finna með einhverjum markaðslegum hætti en ekki með einhverjum svona tilbúnum tölum í einhverju formúli sem er búin til í einhverju ráðuneyti. Þetta minnir sko eins og veiðigjöldin hafi verið ákvörðuð svona síðustu ár og svo aðferð sem er notuð þetta minnir mest á sko verðlagsráð sjávarútvegsins eða eitthvað í þá veru eða jáfnvel sko grænmetisverslun ríkisins eða svo við nefnum bara svona gamalkunnugar stofnanir sem að þegar að menn voru búnir að fara í öskjulíðina já sko þannig að þetta er náttúrulega sko í nútíma samfélagi ætti þetta náttúrulega ekki að vera með þessum hætti heldur ættum við að geta fengið eitthvað markaðsverð og þá er ég í rauninni að tala um markaðsverð á kvóta. Já. Ég hef fyrst og fremst talað fyrir því að hér yrði farið í það að bjóða árlega upp lítinn hluta kvótans en þau fyrirtæki sem að njóta kvótans í dag fáið að gera það áfram upp að 90-95% en á hverju ári verði 5-10% kvótans boðin út og þannig að það þýðir þá að það er þá skert hjá þeim sem að hafa þá aðeins 95 ef svo má segja og þar með fengist eitthvað verð á þennan kvóta samkvæmt bara framboð og eftirspurn þessu markaðslegu forsendum sem að eiga að gilda þetta. Þetta má náttúrulega er bara þetta eru margir sem megi ekki heyrast á þetta minnst en þetta er náttúrulega eina eðlilega leiðin til þess að komast að raunu það hvers virði fiskurinn er. Já. Það má segja það en þetta er nú kannski eiginlega svipað og bara fyrningaleiðin sem menn voru að tala um hér fyrir nokkrum árum síðan og þá kannski helst samfylkingin. Þetta þýðir það, þetta þýðir það að 5 kannski til 10% kvótans eru fyrnd með þessum hætti en það er samt þannig að sko þú skilur eftir alltaf 90-95% hjá fyrirtækjunum og þessi leið sem að ég er að tala um sem að með þessum árlegu útboðum á afar litlum hluta fiskveiði kvótans það er líka sko stóri kosturum við það gefur kannski sko nýjum aðilum tækifæri á meðan að það er í rauninni útilokað fyrir nýja aðila
duglega útgerðarmenn, duglega stráka að komast inn í kerfið í dag nema fyrir morðfjár á meðan að ég er alveg samferður það að þarna yrði sko miklu viðráðanlegri tölur að ræða og þetta gæfi tök á endurnýjun þeirra sem að standa í útgerð sem að er rauninni nánast útilokað í dag. Já, það er náttúrulega lykilatriði að verði endurnýjun á útgerðarmönnum eins og öðrum atvinnu þáttakendum í landinu. Með nýjum mönnum koma nýjar hugmyndir og þarna væri, og þetta væri augljósasta leiðin til þess að gera nýju fólki kleift að koma inn í atvinnugreininni. En eins og þetta er í dag, þegar 1 tonna þorski nýtingarétturinn á því seldur á 7,5 milljón á 1 tonni. Það gengur á milli manna í dag. Já, nú þekki ég ekki þessar upphæðir alveg. Nei. Þetta þyrfti náttúrulega að vera þetta þyrfti að vera í opnu og gegnsæju ferli sem það væri ef að útboð væri viðhaft og það er nú kannski það sem og ég efast að þau hæstu verð sem við erum að sjá í dag hjá þeim sem er að reyna að kaupa sig inn í þetta, það væri ekki þau verð sem að þau þyrftu að greiða ef þetta væri í opnu og gegnsæju ferli. Nei, kannski ekki. Nei. En auðvitað er búið að tjúna þetta upp fyrir allt sem heitir skynsemi. Já, þetta náttúrulega þetta er náttúrulega í dag fer þetta fram þá eiga slík viðskipti sér stað með þeim hætti að ég skal ekki bara segja hreinlega hvernig þú nálgast ef þú hefur áhuga á því að eignast kvóta, þá verður þau að bjóða í hann og þú býður ekki í hann á svona að þú getur ekki treyst því að það sé alltaf 5 eða 10% heildar kvótans í boði, heldur þú verður að fiska út einhvern útgerðamann sem að þú reynir síðan að bera víurnar í semja við til þess að borga í stað þess að þetta væri gert með opnum og gegnsæjum hætti. Já, og raunverulega ríkið væri að gera þetta. Ríkið náttúrulega legði þetta fram að því að ríkið innheimti fyrndi og tæki í sinn hlut 5-10% árlegrar úthlutunar og þar færi og það yrði síðan og það færi síðan í útboð. Og kosturum við þetta fyrir... Sérðu þetta allt í tonnum, kílóum og tonnum? Þú sérðu þetta ekki hugsanlega í sóknardögum eða... Ekki, nei, ég geng út frá því að við kvótakerfið verði óbreytt. Sú úthlutun sem hefur átt sér stað og við vitum það bara að það þarf með einhverjum hætti að takmarka sóknina í þá fiskistofna sem eru við Ísland. Kvótakerfið hefur orðið ofana með kostum þess og göllum og með því að og í dag fá útgerðirnar ákveðna prósentu af þeim kvóta sem til úthlutunar og 5-10% af þeirri prósentu eða af því sem að heildar síðan til ráðstöfunar á hverju ári vil ég að fari í útboð. Já. En þá erum við að halda áfram í kvótakerfi. Já. Enda sérðu ekki galla á brottkasti framhjálöndun eða öðrum skuggalegum fylgi fiskum að vera með kvótakerfi í kílóm og tonnum? Jú, þetta er náttúrulega þekkt vandamál ég held hins vegar að við fáum, ég held að það kvótakerfi sem við höfum núna búið við í 40 ára eða eitthvað svo leiðis, það eru kostir og gallar. En ég held bara að það sé komin svo hefð á þetta og með þessum ágöllum sem að þú telur hér upp að við snúum ekki bort frá því til dæmis í
einhvers konar sóknardaga sem að hægt að bjóða út eða annað slíkt. Já. Ég tek ekki undir það. Nei, en núna að koma fram tillögur það að setja grásleppuna aftur í raunverulega sóknardaga. Já, taka kvótakerfið af. Nú bara ég ekki nógu vel að mér í því en ég þannig að ég skal ekki segja sko hvernig var staðið að þeirri breytingu sem að hér var gerð og greinilega er síðan vilji til þess að taka tilbaka og það verður bara að gera það með mjög sko með þeim hætti að það sé vel að verki staðið, að menn viti hvað þeir eru að gera og ég veit ekki þegar þessu var breytt í fyrra hvort að, var það ekki í fyrra sem að þetta var þetta fór í gegn á síðasta ári. Hvernig í rauninni var staðið að því, ég bara þekki ekki nógu vel, þannig að mér finnst bara að skipta þarna máli að að það sé einhver heil hugsun að baki því sem verið að gera og það sé náttúrulega ekki verið að fara illa með það fólk sem að þarna var fyrir. Það skipti verulegu máli. Jú, en það náttúrulega, ég reynslan af einum sjómanni sem að veit í síðustu 2 ár 60 tonn hvort ár. Já. Grásleppukall, alvöru grásleppukall, að hann fjær 13 eða 14 tonn í ár í ótlutin. Akkurat. Þannig að hvernig verður að fara illa með? Já, ég skal ekki segja, ég bara þekki þetta mál ekki, ég ekki skoðað á nógu vel. En þetta virðist vera orðið dálítið fastmótað hjá fólki að sjá ekki út fyrir kassan sem við erum með því að auðvitað höfum við ekki náð neinum árangri með að byggja fiskistofnum. Undir ráðgjöf Hafró. Sko það auðvitað það vonbrigði hvað það hefur ekki tekist nógu vel til en ég nú samt á því að sko þrátt fyrir allt þá eru þetta þó menn sem að starfa á Hafró sem hafa eitt ævin í að rannsaka þetta og safna gögnum víðsvegar að og ég vil bara trúa því að þetta séu þær bestu fáanlegu upplýsingar sem við getum stuðst við þó að það sé ekki það sem að við myndum helst vilja sjá en ég get ekki sagt að það sé við getum treyst á neitt annað en Hafró í þessum efnum því miður, það bara málið. En ekki þörf á því að endurskoða í rauninni vinnubrögð Hafró í gegnum tíðina þegar að á 40 ára tímabili höfum við alltaf í rauninni farið aftur og baki í varðandi allar tegundir sem við höfum kvótasett. Sko, það náttúrulega, þið náttúrulega munið eins og ég, svona, þið gamlir togarajaxlar, svarta skýrslan, þetta var nú kannski fyrstu, svona, þetta voru fyrstu, þarna var í fyrsta sinn talað þetta bágt ástand þorskstofnsins og annað slíkt, en ég sko, auðvitað á eiga aðferðir og annað að vera í stöðuri skoðun og ég fór ekki nýlega fram einhver úttekt á starfsaðferðum Hafró. Ég þó ekki tala að fara með það en ég trú ekki öðrun að það sé í stöðuri skoðun hvaða aðferðum verið að beita og hvaða gagnaðir verið að afla og til þess einmitt að geta verið þessi stofnun sem að segir til ástand stofnana. Ekki treysti ég mér til þess. Nei, við skulum taka svörtu skýrsluna. Já. Eftir frábær ár í byrjunar ári stjórn fiskveiða í sóknarmarkinu, þá kemur svarta skýrslan og 350 tonna afli af þorski. 350.000 tonna. Já, 350.000 tonna afli fyrir geði. Ég var með 350. 350.000 tonna afli sem virkilega var áfall, skilurðu. Já, ég man eftir en svo kom 84 og fiskur allan sjó. Það sem við lærðum, við vorum náttúrulega að læra, það voru allar þjóðir í heiminum að læra að stjórna fiskveiðum. Það sem við erum að læra þarna að við getum ekki haft neina stjórn á náttúrunni. Það eru náttúrulegar sveiflur sem við ráðum ekki við. Það er alveg sama hvað við hefðum gert, þessi náttúrulega sveifla hefði alltaf komið.
En hvað skeður í kjölfarið? Það verður til þessi svakalegi stofn 84, hann vex upp á miðunum 85 og 86, það var ekkert að þverfóta fyrir fiski. Enginn mátti veiða því að það var komin kvótakerfi. 87 kom vorvertíð, mókveiði hérna út á bankanum, Selvogsbankanum. Við eltum fiskin upp á Reykjanesgrunnið. Við eltum fiskurinn niður í Skerjadýpið á hrygginn svo kallaða, þar sem hann fór svo út í kantinn. Síðustu þorskarnir sem við sáum voru með fullan sundmegan að grjóti. Það varð algjör þorskleysi hérna. 88, 89, 90. 90 voru konin í 130 tonn. Þessi stopp sem hafði orðið svona stór var getandi undan sér hérna 85 og 86. Hann hvarf í djúpið. Af því að það var svelt á landgrunnu. Við höfðum ekki mat handa svona stóru stofni. Já, eins og ég segi, En akkur var það þetta 83? Sko, ég nú bara vil trúa því að besta þekking á þessu sé hjá Hafrannsóknastofnun. Þeir þá ekkert mark á þessu. Nei, ég bara, það er... Það eina sem ég að tala í rauninni þetta 83 að það hefur verið náttúrulega niðursveifla. Ég held nú að sko, það eru sjálfsagt til margar svona sögur eins og þú ert að segja og ég er ekki að bera brigður á þetta sem þú ert að segja, en ég bara, og ég hef ekki trúað að Hafró hafi tekið þetta með í sína útreikninga. Ég vil bara trúa því. Þeir hafa tapað 500.000 tonnum úr stofnstærð á einu ári, milli ára. Já. Þannig að þeir hafa lent í því og þá sögður ofreiknað eða oftalið eða hvernig sem við orðum það. En það er kannski ekki aðalatrið. En margir trúa því að það sé eina stofnunin sem geti sagt til það hvað sé heppilegt að veiða fiski sé Hafrannsóknastofnun. Við höfum hlustað á þetta í gegnum tíðina. Já, ég er í þeim hópi. En málið er það þegar að þeir hafa svo farið að skoða hlutina og skoða vinnubröð Hafró og hverjir hafa verið í stjórn í Hafró og ýmislegt þess áttar, að þá hafa menn séð jafnvel að það séu allt og mikil tengsl á milli, bara LIU hreinlega og Hafró og það bara byggi að því að það er 5 manna stjórn í Hafró. Það er skipaður 8 maður frá af sjávarútvegsráðherra hverju sinni sem er svona hans einhver trúnaðarvinur eða góður flokksbróðir. Og síðan kemur einn frá LIU og einn frá fiskifélaginu sem LIU ræður líka og svo kemur einn frá starfsmönnum stofnunarinnar og sá 50 er til skiptis frá vélstjórafélaginu og farmanna og fiskimanna, frá sjómannasamtökunum, hásetunum, sjómannasambandinu og frá farmanna og fiskimannasambandinu. Sko, ég vil ekki trúa því að þeir ágætu vísindamenn sem starfa á Hafrannsóknastofnun láti neitt annað en sína bestu vitund og sínar bestu upplýsingar sem að þeir hafa út úr sínum rannsóknum ráða sinni ráðgjöf. Ég vil bara ekki trúa því að það sé með öðrum hætti og jafnvel þó að það sé stjórn yfir þessu apparati, þá hef ég ekki trú á að sú stjórn farið djúpt í það að segja þeim nokkuð til verka eða að þeir taki nokkuð mark á því sem að stjórnin er að segja nema þá sem varðar bara það sem hún getur lagt fram hvort að þeir vilji skoða einhverja hluti betur eða eitthvað slíkt. En þeir eru örugglega það vandir að virðingu sinni, allir þeir fiskifræðingar og vísindamenn sem starfa á Hafró að þeir láti ekkert segjast fyrir neitt annað en það sem að þeir rannsaka. Þeir eiga samt eitt
að mörguleiti sameiginlegt. Þeir forstjórar sem hafa verið, þeir hafa gert þær kröfur síðustu 3-4 forstjórar Hafrannsóknastofnunar að stofnunin tali einum rómi. Og ef að fiskifræðingar sem hafa verið starfandi, ég get nú bara nefnt sérstaklega Jón Kristjánsson sem var í vinnu hjá Hafrannsóknastofnun til 1986, að það var gerð krafa að þeir töluðu einum rómi allir sem unnu hjá stofnunni, annars voru þeir nánast komnir í ónáð eða ekki æskilegir. En þetta nú svona útúrdúr að fara út í Hafró með þessum hætti, en samt kannski dálítið nauðsynlegt að vara við því að þeir séu notaðir sem eiginlega heilagir menn hjá Hafrannsóknastofnun, en maður verður var við þetta og sérstaklega hjá fólki sem hámentað og háskóla gengið, að það telur að ef ekki Hafró, hver veit að þá? Já. En spyr kannski ekki að spyrja sömu spurninga og aftur við sem hefum kannski verið út í sjó í 40-50 ár. Og ég trúi nú ekki öðrun að þið svona jaxlar eins og þið hafið ekki komið þess að framfæri við Hafró og þannig að þeir geti skoða hvað þið hafið til málan að leggja. Og ég hef ekki trú öðrun að því sé öllu vel tekið. Ég var nú forseti formann á Fiskimannasambands tíma og formaður í skipstjórar og stýrimannafélaginu Vísi í Sandgerði, á Suðurnesjum í 7 ár, og við áttum fundi með ráðherrum og við bentum á fiskifræði sjómannsins og það var notað og það var gripið, en það var aldrei gert neitt með það sem að fiskifræði sjómannsins átti aldrei neitt upp á dekk eins og maður segir. Það var fyrir kvótakerfi, þá var það gert. Já, það var... Þá voru sameiginlegi fundir. Þá voru kappar eins og Lúðvík og svo Matthías Bjarnason. Hann kom því á að eru þessu árlegir fundir með skipstjórum jól og áramót. Það voru árlegir fundir með skipstjórum, fiskifræðingum og maður frá ráðuneytinu. En við skulum nú sleppa Hafrannsóknastofnun í bili að minnsta kosti, en hvernig líst þér á þessar tillögur sem eru komna fram? Mér líst í rauninni mjög vel á þær og það er vegna þess, og þá voru að tala um veiðigjaldið. Og það er þá vegna þess að ég lít svo á að þetta sé nú bara fyrsta skref. Og það er mjög mikilvægt að það sé stigið það fyrsta skref, að þó sé ekki nema það að sú formúla sem farin er eftir til þess að innheimta veiðigjöldin, ég held reyndar að hún sé mengölluð, en látum það vera, ef við höldum okkur við hana, það sé þó réttar tölur settar inn í hana. Og það er nú kannski stóra málið núna, og það er byrjunin, en ég held að og hún náttúrulega, og það hefur sýnt sig í þeirri umræðu sem þegar í liðin að það er náttúrulega tekist á það hvað er rétt tala, hver er hinn rétt að tala sem á að fara inn sem að af því hvað verið er að borga fyrir fiskinn. Og þarna komum við rauninni bara aftur að þessu sem að ég er að segja, að þessu getum við sleppt út úr jöfnunni ef að kvótinn, 5-10% kvótans eru boðin upp árlega, þá er þetta ekki lengur issue, þá er þetta ekki eitthvað sem að þarf að hafa neitt, það er alveg ljóst hins vegar að upp á kjör sjómanna, þá þarf að vera til þetta eitthvað verð, en upp á innheimtu veiðigjalda, þá þarf þess ekki. Nei. Þá fæst það bara fram í því útboði sem fer fram þegar 5-10% kvótans eru boðin út. Og þá skiptir rauninni verðið ekki í máli, þá er það bara eitthvað sem verður til á raunverulegun markaði. Já. Hvað treysta menn sér til að borga fyrir afnot á auðlindinni í 2-3 ár?
Já, sko, nei, það útboðið færir náttúrulega fram þannig að sko, þú hefur alltaf, þú byrjar með ef þú segjum að þetta sé til 5% tekin árlega, þá hefur það náttúrulega bara til 20, þá hefur þú til 20 ára það sem þú hefur í dag. Þá hefur þú það sem útgerðamaður, þá hefur það til ráðstöfunar, þú hefur 100% eitt ári, svo tekið það af þér 5% ef það er fyrningarprósentan, þannig að þú hefur þá 95% af því sem þú hafðir í fyrra, án þess að þurfa að borga nokkuð, þú hefur þá 95% og hefur það þá til næstu 20 ára, en svo náttúrulega myndir þú ekki vilja sjá á eftir þessum 5% og þyrftir að, sem þú mistir, eða sem voru fyrnt hjá þér, og þú þyrftir þá að bjóða í þau að nýju, og ef þú fengir þau í útboði sem að færi fram með þeim sérstaka hætti sem er kallað hollenskt uppboð, þannig að sá sem að síðast býður, það fá allir á því verði sem að á lægsta verði sem boðið er í, og þá færð þú þessi 5% til næstu 20 ára. Þannig að þetta er alltaf til 20 ára í senn sem að þú ert í rauninni að afla þér þíns hluta úr heildarkvótan. Þannig að þetta er ekki þannig, sko, auðvitað er þetta náttúrulega út þar sem að þetta hefur verið rætt af einhverju alvöru sem að því miður held ég hafi hvergi verið gert, þá er þetta náttúrulega halda menn að það sé bara þegar alltaf að bjóða út á hverju ári allan kvótan og búið, en það ekki heldur. Þetta gerist, þú á 20 árum þá er í rauninni, þá hefur þú fengið, þú hefur veiðiréttindi til 20 ára. Já. En af hverju viltu ekki bara setja allan fiskinn á markað? Sko, ég get alveg... Ég get ekki sé neitt sem er á móti. Sko, við skulum ekkert horfa fram hjá því að það getur verið viss eða það svo sem, sko, hvað sem í raun okkur finnst, ef að fyrirtæki í sjávarútvegi, ef að það kýs að haga sínum veiðum og vinnslu með þeim hætti að þetta sé á einni hendi, þá sé ég ekkert að því. Nei. Þannig að við skulum ekkert segja að sko, þess vegna get ég ekki tekið undir það að skilyrðislaust eigi allir fiskur að fara á markað. Það er mjög gott að náttúrulega mikið af fiski fara á markað og dreifist til þeirra smerri vinsla og annað slíkt. Tækifæri fyrir nýliðun, nákvæmlega, en við skulum ekki sko skilyrða það að það þurfi að vera með þeim hætti vegna þess að rekstur getur verið svo margs konar. Ég meina, þetta eru bara önnur þjóðfélög, bæði Bretar, Þýskarar, þeir búa við það að þurfa að setja allan fisk inn á fiskmarkað. Já, er það svo? Já. Skilyrðislaust. Já, þú getur tekið hann fram hjá markanum, þá borgar og hæsta verð. Ef að þú átt þitt frystihús, fiskurinn kemur á markaðinn, þá getur skilir þig til að borga hæsta verð sem verður á markanum og tekið það strax til þín. Ef þú vilt starta vinnslunni strax morgun, þetta er alþekkt út í Þýskaland. Já, ég skal ekki segja, sko, en mér finnst að það eigi ekki að skilyrða það að allir fiskur þurfi að fara á markað. Ég tek ekki undir það. Hvernig sérðu þá fyrir þér verðlagningu á fiskinum? Já, sko, það er náttúrulega... Sko, það er alveg augljóst að sko, sú verðlagning, hún náttúrulega, í þágu hvers er þá sú verðlagning? Já, ég meina... Hún er náttúrulega í þágu sjómannana sem eru sjómannarnir fá bara borgað eftir þeim samningum sem gerðir eru... Og þeir taka væntanlega mið af markaðsverði á fiski. Já, akkurat. Það er þannig, en það er líka hafnargjöld, það eru og þar að leiðandi... Allur annar... En það sem að ég sé fyrir mér er sko að ég með útboði aflaheimildana, þá er búið að taka sko spurninguna fiskverðið út úr því hvernig veiðigjaldið er reiknað. Og það er það sem að ég er fyrst og fremst að horfa á, en svo getur þetta náttúrulega með því að
verðið á markaðnum sé tekið út úr því, þá hefur það einmitt eins og þið segið afleiðingar kannski fyrir launakjör sjómanna, hafnagjöld og annað slíkt, en þá getum við líka bara spurt okkur, eru til dæmis hafnagjöldið annað, hægt að ná þeim fram með einhverjum öðrum hætti heldur en endilega í markaðsverði sjómanna, í markaðsverði fyrir fiskinn, ég bara veit það ekki. Auðvitað er hægt að segja í hverju höfn að hafnagjöld reiknast að meðalverði fiskmarkaða. Já, það er sjálfsagt hægt. Ef meðalverð á fiskmörkuðum er 600-700 krónur eins og það er í dag á þorski, að þá er hægt að segja bara ef þú kemur og landar í eigin hús eins og er gert í dag fyrir kannski 320-350 krónur, helmingi lægra verð, að þá er hægt að segja, heyrðu vinur, þú eru að borga hafnargjöld af 700 krónunum eða en gagnvart sveitafélagunum að þá eru það útsvartekjurnar hjá sjómönnunum sem skipta máli hvað verð þeir fá. Þeirra laun. Ég ræddi þetta við frægan góðan útgerðarmann og skipstjóra á Snæfellsnesi. Já. Og hann sagði sjá mesta gallan á því systemi sem er í dag að til dæmis væri ekki nema einn læknir á öllu Snæfellsnesi. Og í framhaldi af þessu vorum við að spjalla þetta og þá fengi bara núna sem sé hefur verið tekin ákvörðun hann hefur boðið að opinbera eða sem sé auka aflaverðmætið sem hann borgar það væri bara prósenta af söluandvirðinu og kannski 30% af því fer í byggðalagið. Resti fer til ríkisins eða 40%. Hvernig sem það væri gert? Ég er alveg sammála því að sko veiði gjaldið og ég tala nú ekki þessir uppbóðsleið sem ég er að tala fyrir, auðvitað á 30% eða eitthvað svoleiðis að fara til byggðalagsins. Það er bara gefur auga leið. Þetta væri svo auðvelt að eiga við ef að fiskurinn færi bara á opinberan markað. Já, sko, nú erum við að tala sko markað fyrir fiskinn annars vegar, fyrir fiskinn annars vegar, en það sem ég er að tala er útboð á aflaheimildum. Já, þú ert að tala óveitan fisk og aðgang að fiskimjónum. Svo ertu ekki að tala hvernig á að verðleggja fiskinn þegar hann kemur upp úr sjó. Nákvæmlega. Þannig að við skulum hafa þetta á hreinu og því ég veit að almenningur sem ekki er mikið inn í þessum málum ruglar oft saman verðinu á kvóta, þar að segja veiðiheimild óveitum og aðgangi að auðlindinni og svo hins vegar því hvernig menn eru skikkaðar til að verðleggja fiskinn. Nákvæmlega. Og það er náttúrulega í land. Og svona þáttur eins og þessi er náttúrulega kjörin vettvangur til þess að skýra þessi mál. Já, og við erum að reyna það. Þú gerði það, Grétar, með bara mjög skilmerkilega nú með þínum síðustu orðum sko. Og þetta skipti máli að koma þessu áleiðis í umræðuna vegna þess að þið þekkið það náttúrulega jafnvel og ég, það er svo mikill miskilningur bæði viljandi og óviljandi í gangi þegar að sjávarútvegsmál eru annars vegar. Já, hvað þýðir tegundatilfærsla? Hvað þýðir aðgerður eða óaðgerður fiskur? Kúttaður fiskur eða ýmis orð en við skulum átta okkur á því að mörgum hentar það að hafa þetta dálítið óskýrt. Við höfum tekið aldeilis eftir því að það eru menn og eru að gera út á það að rugla fólk í rýminu með þetta. Akkurat. Og svo erum við að tala þorskígildi og annað í þeimdúr og hvað eru ísa mörg þorskígildi, hvað er sandkóli mörg þorskígildi og
og það er reynt að ruggla fólk í rýminu eins og hægt er. Við erum búin að vera að kótasetja beitukóng og sæbjúgu og hlýra og alls konar tegundir. Keilu, löngu, blálöngu og sæbjúgu, ígulker. Já, þetta er allt. Og fólk náttúrulega áttar sig ekkert á því svo þegar kemur að tegundatilfærslu hvað máttu færa til að búa til 1 tonna ísu með öðrum tegundum. Þú þarft að eiga 3 tegundir og svo hvað er ígildið? Ég var, endaði minn feril á beitukóng og við höfðum líka ígulker og sæbjú. Svo allt í einu var komin kvóti á þetta. Kvótin hjá okkar, þá leyfilegur afli var á beitukóng 700 tonn á ári, fór niður í 300. Við kvótasetningu. Við kvótasetninguna. Það var engin rannsókn. Ég var eina báturinn þarna og þetta var bara í Breiðafirði, beitukóngurinn. Það var engin sýni eða neitt tekin. Sama var ígulkerinn, sama var sæbjúgun sem eru nú alveg hringir í kringu landið. Það var hvergi gert. Það var bara allt í einu sett þessi kvótalög á skrápflúruna og á grásleppuna. Það voru engar rannsóknir, eins og þú ert að segja, við treystu þeim, það voru engar rannsóknir og sennilega fenguður eitthvað bakþanga hjá Hafró og þeir höfðu samband við okkur og þeir vildu fá eina dollu. Þetta er svona gildrur og við erum með 100 gildrur sem halda þá balans hver á annari. Þær mega ekki treifast til þess að beitukóngurinn skríði í þær. Þeir ætla að fá eina dollu og ég hafa hringt í mig að ég ætla að klára eina dollu fyrir Hafró. Alveg sjálfsagt, stóð ekki á mér. Ef þú ert með eina dollu og ert með 1 eða 2 baujur í henni, þá hoppar hún og skoppar í straumnum. Það er alveg vonlaust að veiða á eina dollu. En þeir ætluðu að fara... Þú ert eiginlega að tala gildru, eina gildru. Eina gildru. Já, þetta er svona plastdollu. Og þetta er eftir að þeir gefa út kvótan. Skilurðu? Þeir hafa aldrei komið í Breiðafjörðinn til að leita þessum... Ég bara þekki þetta ekki, þetta er bara ómögulegt, sko, ég vil bara það sem ég er að segja, hvernig er gefin út kvóti þegar menn hafa ekkert rannsækt? En á ný segi ég bara að ég treysti ekki öðrum betur en Hafró til að gera svona hlut. Ekki beitukóng, ígulker. Sama hvað þú segir. Já, við skulum vona það. Nei, af því að þú nefndir þetta hefði verið sett í kvóta, þá er sagan þessi. En nú erum við búin að tala veiðigjöldin. Já. Og þú ert sáttur við það að... Þetta er fyrsta skref. Já. En með frumvarpið eignarhald og skild aðila. Að systir mín sem skild mér og hvað það nú er, sko. Sko, Konaðin tengist hún eitthvað. Sko, þetta er náttúrulega þarna kannski ættum við einmitt að eins og svo víða, þarna getum við litið til útlanda og það hefur verið gert til dæmis í tilviki þess þegar verið er að skilgreina hver er tengdur hverjum á fjármálamarkaði. Já. Og þar hefur það örugglega komið með einhverju góðri Evrópureglugerð, þá er þetta bara alveg hreina línur hvernig þetta er. Já. En hér búum við ennþá við það að við getum búið til svona okkar eigin kerfi og getum ekki sótt þetta og fáum þetta ekki frá Brussel þaðan sem að sko er ekki, þar sem menn komast ekkit upp með eitthvað kjaftæði. Nei. Og ég get ekki séð neitt mun á því af hverju er ekki hægt að yfirfæra bara hreinlega
sömu skilgreiningar á skildu eignarhaldi yfir á fiski handhafa veiðiheimilda Já. eins og bara á fjármálasviðinu. Þetta ætti að vera minnsta mál, en það náttúrulega það er eins og það hafi einhverjir vilja krukka í þetta og haft eitthvað svona Íslands laga á þessu í stað þess bara að taka upp þessa reglu sem á fjármálakerfinu, sem þaulreynd og kemur frá stærri þjóðum, það sem að þetta hefur, menn komast ekki upp með neitt múður. Nei. En það eins og svona, það verður mjög spennandi að fylgjast með þeirri umræðu, ekki síður en umræðinu veiðigjöldin, vegna þess að, og það náttúrulega... Þetta getur verið fyrsta spor í rauninni leiðréttingar á misgjörðum sem við höfum verið að ástunda. Hvað ertu þá að meina? Nei, ég meina að við erum búin að vera með þetta í ólagi. Menn hafa leikið það að láta einhvern eiga 1% í bátnum hjá sér til að geta róið honum, til dæmis á strandveiðum. Og það hefur verið alls konar svona. Og svo eigin kona manns óskyldur aðili eða börnin þín og annað. Og þetta náttúrulega, það þarf að setja, það er reglur sem eru settar, það þarf að setja fyrir svona, að menn sé að leika sér að reglunum með þessum hætti. Já, þeir gera bara það sem þeim sýnist. Og það er náttúrulega, þess vegna er það mjög brýnt sennilega, er mjög brýnt að taka upp þennan hluta, en svo er þetta náttúrulega alltaf kannski spurninginu hvað eru fyrirtækin með í heildarprósentu af útlutum aflaheimildum og annað slíkt, og þar sjálfur sér svo sem engin það er ekkert hægt að segja að hvað 12% séu réttar en 15% eða eitthvað svoleiðis. Það er náttúrulega bara pólitísk ákvörðun hver það á að vera. En hvernig, en það sem að, hvernig þetta hins vegar lagt saman heimildirnar, það náttúrulega er náttúrulega bara, það má ekki vera brandari, eins og þetta virðist vera. Nei, það er það. Eins og það virðist vera mjög víða í dag, Já. Og menn komast upp með það. Og akkúrat. Jafnvel, það eru sennilega minnstakosti 2 fyrirtæki hérna sem komast upp með það að fara yfir kvótaþækið, yfir 12% í þorskígildum dalið. Með einhverjum svona æfingum, þá ert að segja, ef að svo er, þá er það dótturfyrirtæki og annað. En slóðaði ykkur ekki að auðlindin okkar lét hafa eftir sér að það væri þá bara best að setja þetta upp í 15%? Já, þannig er ég að segja, ég veit ekkert hvað er rétt í, hvað þetta ætti að vera, 12, 15 eða 17 eða eitthvað annað. Þetta er 12%, og þeir leyfa sér að fara yfir það. Já, og var þá ekki að segja auðlindin okkar var verið að hugsa að hækka þetta. Já, hækka þetta upp í 15, það var hugmynd. Kannski er það allt í lagi, ég bara, eins og ég segi, þetta er bara tekist á þetta í hérna. Þá þurfum við bara 7 stór fyrirtæki til að aðalmálið er að það séu bara réttar upplýsingar. Það er fyrir mestu, 6 fyrirtæki eiga 90% af kvótanum. Já, akkúrat. Samkvæmt því ég var allir rætt. Einhver hluta vegna var það 12%, en að fara upp í 15%. Þá myndi ég segja, þetta er galið, og þá er fyrsta grein laga í stjórn fiskveiða. En þá er náttúrulega... Og orðin voðalega tæp. Já, þá er náttúrulega, sýnir það enn fremur fram á nauðsyn þess að 5-10% færa á árlegt uppbóð. Já. Eða við bara útlutum sóknadögum sem ég vildi leggja. Og ég með eina hugmynd fyrir stjórnina, nema það sem er komið yfir kvótaþakið fari í strandveiðar. Já. Já, ég skal ekki segja, en allavega þetta er náttúrulega óþólandi að búa við þetta, að það sé hægt að spila á kerfi með einhverju svona 1% eignarhaldi, að það leyfi þá eitthvað sem að annars væri ekki til staðar, eða það að systirinn sé óskyldir eða eitthvað slíkt. Auðvitað á það ekki að líðast.
Nei, það er ótrúlegt að það skuli vera þannig raunverulega í dag að það sé hægt að vera raunverulega að hafa þetta bara eins og menn vilja. Já. Já. Flestir telja nú systkini sín skild sér og eiginkonur eru nú... Sko þetta var nefnilega, sko það var eitthvað ámóta vandamál sko fyrir hrun í fjármálageiranum, en eftir hrun þá hefur sem betur fer þá hefur Íslands fjármálakerfi, það hefur bara skilyrðislaust tekið upp Evrópureglur í þessum efnum. Þannig að það er ekki hægt að reyna að koma hjá því að hverjir hérna, þú kemst ekki upp með það að afneita einhverjum ættingin þín. Nei. Þannig að ég held að það hafi nú verið endanlega alveg tekið fyrir það og við getum verið þakklátt fyrir þær reglur sem komið beint frá Brussel. Við skulum vona að ný sterk ríkisstjórn komi skikkt á þessi mál. Já. Ég treysti þeim til þess reyndar. Já. En hérna, svo má segja að sé 4. frumvarpi og það er þetta með að snúa frá kvótasettingu á grásleppu. Já, þú komst hérna inn á það. Ég bara, eins og ég segi, maður náttúrulega bara vonar að þetta sé gert að ég hef bara ekki kynnt mér rökin fyrir því eða kynnt mér rökin fyrir því að hverfa frá því. Og þú nefndir þarna manni sem veitir 60 tonn í fyrra og má veiða 12 núna sko. Auðvitað er þetta svona sláandi munur en það hlýtur að vera sko, auðvitað myndi maður vilja menn þyrfti ekki að sko að það veri ekki verið að hlunnfara menn sem að hafa verið í þessu með einum með öðrum hætti. Það hlýtur raunin að skipta verulegu máli. Og eins og ég segi, ég bara þekki ekki hvernig var að þessari kvótasetningu staðið. Nei, en sko málið er það með grásleppu að hún er ekki talin ofveitt af Hafrannsóknastofnun í fyrsta lagi. En þetta átt að vera fyrir sjáanleika og ef að kvóti á ákveðna tegundir á að vera til að menn geti átta sig betur hvað þeir meiga inn í framtíðina í ljósi kvótans. Þá á það vera fyrirsjáanleiki, en hvaða atvinnugrein hefur 100% fyrirsjáanleika? Allir á markaði. Það hefur en hvaða fyrirsjáanleika? Engin sko. Hefur fyrirsjáanleika ef þú kaupir þér sjoppu eða tuskubúð og sjáðu bara hvað er að gerast í veröldun í dag, hver vissi það að Trump yrði kosinn og hverja tæki síðan upp á ætlaði að setja 25% tolla á allt það sá það enginn fyrir spennandi að vakna hverju botn það er alveg það er nægjanlegur ófyrirsjáanleiki og án Trumps sjálfstæðismenn og framsóknarmenn er að tala um það að það vanti fyrirsjáanleika fyrir grásleppunar. En sko það gildi náttúrulega sjávarútveginn yfirleitt að sko það er alltaf verið að segja sko það þarf frið sjávarútveg og annað og það er alveg rétt og auðvitað þarf að reyna að skapa sem mesta frið sjávarútveg og mestan fyrirsjáanleika sem hægt er, en hvert hefur verið framlag sko sjávarútvegsins til þess að stofna að semjum frið við þjóðina. Það er nákvæmlega ekki neitt. Þú verður að setja þetta, hvað hefur SFS eða LIU í gegnum tíðina reynt að búa til frið við þá sem vinna í sjávarútvegi. Eða bara þjóðina. Fyrst og fremst, sko það hefur aldrei, það hefur ekki verið réttur fram litli putti af hálfu samtakana í sjávarútvegi til þess að segja gott og vel, kæra þjóð, nú skulum ef við fáum nú kannski þetta verði eitthvað fyrirsjáanleiki og annað, við getum fengið að veið úr þessum stofnum og samkvæmt einhverju kerfi, en við þurfum að ná samkomulagi við ykkur. Og það hefur aldrei verið gert vegna þess að þeir hafa í rauninni ekki þurft á því að halda vegna þess að þeir hafa geta farið sínu fram. Þeir hafa verið með í rauninni
leppa fyrir sig inn á Alþingi sem hafa greitt atkvæði og þannig að þeir hafa fengið að sitja að þessum kjötkötlum, fá eftir sérkennilegum reglum og mismuna sanngjörnum úthlutuna reglum sem þeir hafa verið og eru að gera í dag. Þeir eru að, ef þeir hafa fengið gjafakvóta, þurfa þeir að borga fyrir þorskkílói 28 krónur, en þeir geta snúið sér við leið og þeir eru búin að fá úthlutunina og leikt hana á 500 krónur. Plús það sem þeir átt að borga ríkinu 28 krónur. Þetta náttúrulega eitthvað sem manni finnst ekki geta gengið upp. Og þarna komu enn að því útboð á kvóta, útboð á aflaheimildum, sæi við þessu. Já, maður skildi ætla það. Það nú, sko, það svona minn boðskapur í rauninni í þessum efnum. Já, ég vildi breyta þínum boðskap þannig að við værum að bjóða út daga og við kæmum með alltaf landi af því að við myndum hafa hagað því, en ekki að vera sortera. Brottkastið væri þá fyrir bí. Þá væri brottkastið fyrir bí og við myndum sjá hag í því að allt sem við værum búin að drepa kæmum við með í land, en við værum ekki að pæli því að fiskurinn sem bara 200 krónur virði, við myndum henda honum í sjóin til að ná í fisk sem kostar 500 eða 600 krónur. Það eru þessir hvatar í núverandi kerfi sem að eru ekki heppilegir. Já, og svo hvati líka til þess þegar að þú hefur takmarkaðan kvóta að landbúnum framhjá. Framhjá víkt. Einmitt. Og þetta eru gallar eins og einn gamall útgerðar jaxl í garðinu sagði við mig fyrir nokkrum árum síðan: Grétar, það búið að gera heiðarlegustu menn að glæpamönnum í gegnum þetta kerfi. Því við verðum einhvern veginn að lifa. Og það var út af þessu. Menn voru að reyna að bjarga sér. Þegar þeir voru í skortstöðu, höfðu litlar veiðiheimildir og þá var þetta eina leiðin. Það var bara að landa fiskinu fram. Mér fannst svolítið ókvænlegt þegar þeir voru komnir langt af stað með samningaleiðina. Hún var bara ljótari og ljótari. Menn voru að tala um í 30-40 ár. Já, ég fylgdist ekki alveg með því og enda hefur hún ekki verið upp á borðum sko í lengi. Nei, ekki lengi, nei. Nei, og ég held að sem betur fer. Hún var þannig í hruninu, eftir hrunið. Hvarl ekki þannig einum í dag, sko. En strákar, þetta nú búið að vera spjall hjá okkur í 50 mínútur eða 55 mínútur. Og Bolli, hvað vilt þú segja að lokum þessi mál? Já, sko, það veiðigjöldin og veiðigjaldafrumvarpi, það það sem að ég hef mestan áhuga á. Já. Og eins og ég hefur komið hérna fram, þá vonast ég til þess að þetta sé svona fyrsta skref til þess að þjóðin fái þann hlut sem henni ber í arðinum af sjávarútveginum. Og það það sem að mér finnst í rauninni skipta mestu máli og það sem er til umræðu, það ekki þannig að það eigi að takmarka fjárfestingagetu fyrirtækjana, að þau geti ekki vaxið og dafnað með eðlilegum hætti, þau geti ekki borga almennileg laun og meira segja þá ekki að takmarka það sem að hægt að borga í hefðbundin arðsemi til þessara aðila. Alls ekki. Það umfram arðurinn að honum sé réttlátlega skipt milli eigandans sem þjóðin og þeirra sem aflaðist. Þannig að það ekki einu sinni að útgerðin það að taka allan umfram arðin af henni, heldur bara það að þjóðin fái sinn sanngjarna hlut af þessum umfram arði sem hefur kölluð renta af Mönnum finnst nú meiri segja í þessu frumvarpi
að þetta vera allt og lítill hluti af arðinum. Þess vegna segi ég þetta er fyrsta skref. Þetta er fyrsta skref Já. og við skulum vona að þau verði stærri og fleiri Já. og við sjáum bætan hag. Nóir eru íslensku kveinstafinn. Já, en að lokum- Innviðaskuldin er svo stór Já. og einhvern veginn verðum við að ná upp í hann. Já, enn og aftur legg ég áherslu á það að í lok þáttar að almenningur sem hefur áhuga á umræðum sjávarútvegsmál styðji við bakið á samstöðinni sem að gefur okkur tækifæri til að ræða þessi mál. Takk fyrir mig. Takk Takk fyrir. Takk.